Gott kvöld og velkomin í Kompás. Í dag var kynnt önnur bókin sem gefin út á skömmum tíma hafskipsmálið, en báðar unnar með stuðningi frá Björgólfi Guðmundsssyni fyrrverandi forstjóra Hafskips. Ekki hefur áður komið fram að Björgólfur lét skrifa þriðju bókina sem aldrei var gefin út vegna óánægju hans með innihaldið. Í bókin sem kynnt var í dag eru áður óbirt gögn og vitnisburðir sem höfundur telur að feli í sér áfellisdóm yfir fyrrverandi seðlabankastjóra, ríkislögmanni og skiptaráðendum þrotabús Hafskips. Hafskipsmenn hafa haldið því fram að fyrirtæki þeirra hafi verið knúið í gjaldþrot af andstæðingum sem jafnframt hafi blásið í glæður hatramrar opinberar umræðu. Í bókinni Í skotlínu sem kynnt var í dag telur höfundurinn Björn Jón Bragason sig hafa fundið sannanir fyrir samsæriskenningunni. Þeir sem gagnrýndir eru í bókinni vísa gagnrýninni til föðurhúsanna sem rakalausum áburði, staðlausum stöfum, jafnvel lið í ómerkilegri ófræðingar herferð. Hvað gátum við gert í þessari stöðu? Ég skammast mér fyrir eftir á að hafa gert þetta leynisamkomulag að pína því gjaldþrot. Gott kvöld. Rannsóknin á Hafskipsmálinu efst á baugi. Dómarar við Sakadóm Reykjavíkur tóku í dag til úrskurðar kröfu rannsóknarlögreglunnar. Enginn af lögfræðingum rannsóknarlögreglu ríkisins kom að rannsókn málsins. Dómur í Hafskipsmálinu var kveðinn upp í Sakadómi Reykjavíkur í morgun. Þeir ganga lengra en þeir átt að gera. Það er eins og hver kynslóð þurfi að hafa eina galdrabrennu. Þann 18. júlí síðastliðinn Ragnar Kjartansson fyrrverandi stjórnarformaður Hafskips borinn til grafar. Hann hafði glímt við veikindi árum saman og sumir viðmælendur Kompás telja að Hafskipsmálið skýrað hluta hans heilsu brest. Það er óhætt að fullyrða að Ragnar naut mikilla virðingar, en það birtist í gömlu viðtölu við hann maður rökfastur og fylginn sér. Sama festan endurspeglast í ritum sem hann tók saman til varnar þeim hafskipsmönnum á meðan málið var að rekjast fyrir dómstólum árum saman. Ragnar og Björgólfur Guðmundsson voru tvíeykið sem stýrði Hafskipi, Ragnar starfandi stjórnarformaður og Björgólfur framkvæmdastjóri. Þeir tveir ásamt 4 öðrum hafskipsmönnum lutu þeim örlögum að vera leiddir af lögreglumönnum framhjá myndavélum pressunar fyrir sakadómara og síðan í gæsluvarðhald í gamla Síðumúlafangelsið. Fáir myndu verja þann gjörning í dag, en það bendir allt til þess að þetta hefði verið óþörf og grindaleg aðgerð. Áður en að því kom hafði samfélagið logað stafna á milli misserum saman í umræðum Hafskipsmálið og hafa margir lýst þessu sem galdrafári. Útvegsbankamenn voru sakaðir og síðar ákærði fyrir að hafa brugðið skyldum sínum. Hafskipsmenn þurftu að sæta ákærum fyrir stórfelld svik gagnvart bankanum og hluthöfum og margvíslega brot. Þegar langvinnum málaferlum lauk hafði stærstu sakarefnunum verið ýtt út af borðinu. Útvegsbankamenn voru allir sýknaðir. 3 hafskipsmenn hlutu þó skilorðsbundna dóma, Björgólfur 12 mánaða, Ragnar 5 mánaða og Páll Bragi Kristjánsson 2 mánaða. Helgi Magnússon endurskoðandi var sektaður 500.000 krónur. Í stuttumáli má segja að hinir ákærðu hafi unnið málið í öllum meginatriðum. Daginn sem Ragnar Kjartansson jarðsunginn birtist minningagreinum hann í Morgunblaðinu eftir þá Björgólf og Pál Braga sem á sig vart fordæmi. Þar uppgjör boðað, æra þeirra hafskipsmanna skildi uppreist. Flestir þekkja viðskiptasögu Björgólfs sem kom hlaðinn gulli frá Rússlandi og keypti Landsbankann. En hún hefði gengið erfiðlega að hrista af sér refsidóm fortíðar í Hafskipsmálinu. Þegar til álita kom að hann og viðskiptafélagar hans í Samson keyptu Landsbankann, birti fjármálatímaritið Euromoni forsíðugrein með spurningum hvort Björgólfur væri hæfur til að eignast bankann og var Hafskipsdómurinn rifjaður upp. Björgólfur hefur viljað kosta töluverðu til að færa sönnur á það mat sitt að Hafskip hafi að ósekju verið knúið í gjaldþrot í andrúmi galdrafárs fjölmiðla og ofsafenginna pólitískra árása. Hann hefur kostað ritun 3 bóka Hafskipsmálið í þessu skinni. Svo fyrsta afdrif Hafskips í boði hins opinbera kom út í liðnum mánuði. Bókin eftir sagnfræðinginn Stefán Gunnar Sveinsson. Hún felur í sér samantekt úr opinberum heimildum og dregur höfundur ekki dul á hvar samúð hans liggur. Önnur bókin kemur út í dag og ber nafnið Hafskip í skotlínu eftir Björn Jón Bragason. Höfundurinn hefur áður ritað meistarritgerð í sagnfræði Hafskipsmálið, en við vinnslu þessara bókar grefur hann upp talsvert af býsna fróðlegum áður óbirtum skjölum sem tengjast örlagasögu Hafskips.
Þriðja bókin kom aldrei fyrir almenningssjónir. Þetta bók sem Örnólfur Árnason ritaði eftir margra ára vinnu sem kostuð var af Björgólfi Guðmundssyni. Kompás hefur trausta heimildamenn fyrir því að Björgólfur sjálfur hafi ákveðið að bókin yrði ekki gefin út. Einn heimildamar orðað það svo að ekki hafi verið bent á réttu sökudólgana í þeirri bók. En annar tilur einfallega að bókin hafi ekki nægilega vönduð. Örnólfur Árnason vildi ekkert tjá þessi skrif sín þegar Kompás bar þetta undir hann. En hafskipsmenn hafi ekki aðeins beitt sér fyrir bókaskrifum því í síðustu viku sendi Ragnar Aðalsteinsson lögmaður erindi fyrir þeirra hönd til Valtýs Sigurðssonar ríkissaksóknara. Þar beðið opinbera rannsókn. Kompás hefur heimild verið því að áður en Ragnar tók málið að sér hafi aðrir lögmenn verið með það til meðferðar fyrir hafskipsmenn. Þeir hafi ekki séð lagalegan flöt á því að taka málið upp og hvað til þess að þeir láti kjurt liggja. Björgólfi hafi þótt að vond ráð og leitað annað. Krafan að stórum hluta nú byggð á gögnum sem birtast í bókinni í skotlínu sem varpar gleggri myndin áður á það hvað gerðist á bakvið tjöldin á síðustu örlagatugum hafskips. Í upphafi 9. áratugurins réðu tvær viðskiptablokkir nánast öllu í íslensku viðskiptalífi. Öðrum megin var samband íslenskra samvinnufélaga, SÍS, sem rak eigin skipadeild og hinum megin var fyrirtækja net kennt við kolkrabbann. Höfuðvíi hans var Eimskip sem ráðið hafði lögum og lofum í skipaflutningum til landsins mestan hluta aldarinnar. Þessar valdablokkir viðskipta spegluðu svo í tvíveldi stjórnmálana, Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki. En nýtt félag hafði skapað sér sterka stöðu inn í þennan veruleika. Hafskip hafði nokkrum árum áður verið endurreist undir forystu Björgólfs Guðmundssonar og Ragnars Kjartanssonar. Bakland þeirra var öflugur hluthafahópur sem undi ekki þægindaskiptingu íslensks atvinnulífs í tvær blokkir. Margir voru sjálfstæðismenn, meðal annars Björgólfur og Ragnar, en skipuðu sér þar í arm sem átti ekki upp á pallborði hjá rótgróinni forystu. Leiðtogi þessa hóps var Albert Guðmundsson, sem unnið hafði séð það til óhelgi að valdakjarnaflokksins að steypa Geir Hallgrímssyni formanni flokksins niður í 7. sæti í prófkjöri. Hafskip hafði fyrir árið 1984 náð drjúgri hlutdeild í skipaflutningum en það ár syrti í álinn. Nefndar hafa verið skýringar eins og óhagsta gengisþróun, langvinnt verkfall opinberra starfsmanna sem lamaði samfélagið og missir flutninga fyrir varnarliðið. Undir lok árs 1984 var staða félagsins orðin afar slæm og ljóst að það stefndi í óefni. Því var ekki leynt og voru meðlans hafna viðræði við Eimskip sameiningu. Þeim var þó slitið og hugðust hafskipsmenn snúa vörn í sókn og stór efla siglingar á milli Evrópu og Ameríku með og án umskipunar á Íslandi. Þetta voru djörf áform, en hluthafar studdu þau og juku hlutafé félagsins í þessu skinni. Og það var stór aukning á umsvifum félagsins, lætu nærri að veltan hafi þrefaldast á nokkrum mánuðum. Tekjur streymdu inn í samræmi við áætlanir, en þegar leið á árið 1985 var það ljóst að kostnaður hafi verið stórlega vanmetinn og sumarið var ekki undan því vikist að bregðast við. Viðræður við Eimskip sameiningu voru teknar upp, en staða hafskips lag í fjölmiðla. Vikublaði Helgapósturinn birti sláandi forsíðufréttum uggvænlega fjárhagsstöðu hafskips. Þetta var upptakturinn í mikilli fjölmiðla umræðu sem tröllreið samfélaginu á næstu mánuðum. Ljóst var að menn með vitneskju stöðuna fóðruðu fjölmiðla á upplýsingum. Það kom síðar fram að í upphafi hafi helstu heimildamenn Helgapósins verið tveir fyrrverandi starfsmenn hafskips í Bandaríkjunum sem hurfu frá fyrirtækjunu ósáttir. En það voru fleiri sem voru ósparir á upplýsingar eftir því sem Björn Jón sagnfræðingur komst að. Tveir heimildamenn mínir úr sikkur áttinni. Þeim ber saman að hver heimildamaður var. Heimildamaður Helgapósins. Og þau sögðu mig báðu þá sögu sem þeir höfðu innan úr blaðamannastétt að háttsettur yfirmaður í Seðlabankanum hefði átt vikulega fundi með Ingólfi Margeirssyni, ritstjóra Helgapósins. Ég tel þetta að vera áreiðanlega vitnisburð þessara tveggja manna. Hver er þessi háttsettur maður? Ég kýs ekki að nafngreina annað sem heimildamenn mínir vildi ekki láta nafn síns getið. Össur Skarphéðins og ritstjóri Þjóðviljans ritaði býsna nákvæma forsíðugreinum hafskipsmálið og hefur Björn Jón eftir honum að þó að muni ekki hver heimildamarinn hafi verið, hafi hann líklegast verið seðlabankamaður. Seðlabankastjórinn Jóhannes Nordal hafði ekki farið dult með það að hann vildi einfalda bankakerfið og fækka ríkisbönkunum sem þá voru 3, Landsbankinn, Útvegsbankinn og Búnaðarbankinn.
Útvegsbankinn sem nú stóð höllum fæti vegna gífulegs vanda hafskips átti ekki upp á pallborði hjá Nordal að mati fyrrverandi aðstoðarbankastjóra og aðal lögfræðings Útvegsbankans. Seðlabankinn verður búin að vera með þá stefnu árum saman að það er að stokka upp bankakerfið og þar er það eina sem sjá í því, kannski með réttu, að leggja niður Útvegsbankann eða sameina öðrum banka. Eins og einhvern tíma orðar þetta, þið verða að fyrirgefa og þeir sem heyri í mér, Útvegsbankinn var olnbogabarn hjá Seðlabankanum. Bankaeftirlitið lagði okkur nánast í einelti, fannst mér. Það gekk hvorki né rak í sameiningaviðræðum á milli Eimskips og Hafskips á haustdögum 85. Og þó var þetta fullyrða að Eimskipsmenn vissu fullvel að hverju þeir gengu í viðræðunum. Björn Jón sagnfræðingur gróf upp ítarlega skýrslu úr safni Eimskips frá því í september 85 eftir Þorkel Sigurlaugsson, einn framkvæmdastjóri Eimskips. Líklegast hefur margra mánaða vinnalegi þar að baki en niðurstaðan er ljós. Ef Eimskip gleypti Hafskip gæti kaupverðið skilað sér á alltaf 3 árum, þó svo þeir borguðu $14 milljónir fyrir félagið, en það er tvöfalt hærri upphæð en Eimskip borgaði loks fyrir eignir Hafskips þegar það var komið í þrot nokkrum mánuðum síðar. Það gagnaðist því Eimskip að tefja samningaferlið á meðan Hafskip blæddi út. Málið kom til umræðu á Alþingi þar sem að stjórnarandstaðan fór mikinn, beindu spjótin að því að ríkisbankinn, Útvegsbankinn, kynni hafi verið hlunnfarinn af hafskipsmönnum. Hart var sótt að Alberti Guðmundsssyni sem hafði verið samhliða bankaráðsformaður í Útvegsbankanum og stjórnarformaður Hafskips. Jón Baldvin Hannibalsson, formaður Alþýðuflokksins, vílaði ekki fyrir sér að fara í pontu þingsins og veifa þar skýrslu sem fulltrúi flokksins í bankaráðinu hafði fengið í skjóli bankaleyndar. Ég hefði haft fulla löngun til þess að taka mjög vel í lurgin á honum fyrir slík vinnubrögð. Hvaða menn voru það í þinginu sem að gengu hvað ósmekklegast fram að þínu mati? Núverandi forseti lýðveldisins. Hann gekk ansi langt í þessu máli. Þarna vitnar Matthías til frægra ræðu Ólafs Ragnars Grímssonar, þáverandi varaþingmanns Alþýðubandalagsins. Sakaði Ólafur hafskipsmennum sukk óhóf, svínarí gagnvart Útvegsbanka og sjálftök úr eigin félagi. Meðal annars voru gagnrýnd viðskipti Hafskips við tryggingafélagið Reykvíska endurtryggingu sem var til húsa að staðarstað við Sólíhagötu en það var í eigu Björgólfs og Ragnars. Var Ólafur fullur vandlætingar og fussaði yfir íburði í innréttingum og að húsi væru flóðlýst á kvöldin. Það er nokkuð kaldhæðnislegt að nú situr Ólafur Ragnar sjálfur í þessum upplýsta íburði enda hýsi staðarstaðin úr skrifstofur forseta lýðveldisins. Þegar Hafskipsmönnum leiddist þó við með Eimskipsmönnum reyndu þeir viðræði við SÍS stofnun í skipafélags. Viðbrögð sambandsforustuna voru góð en tillögu sameiningu var felld af stjórn með einu atkvæði. Var það einstæmi að stjórn SÍS legðist gegn tillögu forstjóra og stjórnarformanns. Það virtust öll sund lokuðu miðjan nóvember og kyrrsetning skipa blasti við. Eigur Hafskips voru selda til nýs félags, Íslenska skipafélagsins í eigu sömu aðila og Hafskip fór fram á greiðslustöðvun og ætlaði að leita nauðasamninga. Matthías Bjarnason viðskiptaráðherra fól Gunnlaugi Claessen, þáverandi ríkislögmanni og núverandi hæstaréttardómara, að fylgjast með framvindu mála eins og fram kemur í þessu skipunarbréfi. Hafskipsmenn töldu sig geta náði nýtt hlutafé og haldið skipinu á floti. Ekki verið annað séð en að Útvegsbankinn hafi haft skilning á aðgerðum í lífeyrðóðri félagsins og ríkislögmaður staðfestir í áður og óbirtu minnisblaði til síns yfirmanns að ráðstöfun eigna inn í Íslenska skipafélagið virðist hagfelldur kostur. Þetta minnisblaði dagsett 27. nóvember 1985. 4 dögum síðar er haldinn örlagaríkur fundur þar sem ákveðið án vitneskju Hafskipsmanna, að veita fyrirtæki þeirra náðar höggið. Ríkislögmaður sagður hafa lagt upp þá leið. Hér og eftir, næturfundur þar sem seðlabankastjóri blessar leynisamkomulag. Stöð 2 Vild kynnir haustglæning Securitas og World Class. Með hverri áskrift að heimavörð Securitas sem pöntuð fyrir 15. október eru 2 mánuði fríir og hálfur mánuður í baðstofu Lauga fyrir 2. Dekraðu við þig í baðstofunni og vertu áhyggjulaus með Securitas heima.
Kynntu þér málið hjá öryggisráðgjöfum Securitas í síma 580 7000. Njóttu þess að vera heima. Stöð 2 Vild. Allt fyrir áskrifendur. Styrkur samstöðunar styrkur einstaklingsins. Styðjum Krabbameinsfélag Íslands í baráttunni við brjóstakrabbamein. Ný stafræn greiningartæki auðvelda verkið. Kaupþing leggur sitt af mörkum. Í umfjöllunum síðustu daga Hafskips felldur gagnrýnis dómur yfir 2 mönnum sem nú sitja í Hæstarétti. Auk þess fyrrverandi seðlabankastjóri gagnrýndur fyrir óeðlilega aðkomu að náðarhögginu sem Hafskipum var veitt. Ný skjölum næturfundi varpa ljósi á þróun atburða. Klukkan 4:30 að morgni sunnudagsins 1. desember 1985 settist hópur manna niður í stjórnarherbergi Eimskips og undirritaði samkomulag að steypa Hafskipi í gjaldþrot. Þá höfðu menn setið á leynifundi í 14 klukkustundir. Gunnlaugur Claessen ríkislögmaður og núverandi dómari Hæstaréttar sagður hafa lagt upp þetta samkomulag. Jóhannes Nordal seðlabankastjóri mætti á næturfundin. Samningin ráðstöfun eigna Hafskips undirrituðu forystumenn Eimskips og Útvegsbankans. Hafskipsmenn vissu ekkert að þessu fundi né því að þarna var búið að ráða örlugum fyrirtækis þeirra og þeirra sjálfra. En áður að þeim fundi kom segir aðstoðarbankastjóri Útvegsbankans að Gunnlaugur Claessen hafi hvatt sig til þess að fara á óformlegan fundi í skiptarétti Reykjavíkur hjá borgarfógeta. Átti hann þar að ræða við Markús Sigurbjörnsson borgarfógeta mögulega samninga sölu eigna Hafskips til Eimskips. Í stað óformlegs spjallfundar segist Axel hafa verið dreginn í réttarsal. Þetta var svona ekki sneipuð fyrir það hvernig Markús tók á móti mér og vildi ekki tala við mig bara eins og maður við mann. Þú setti rétt yfir mér og fór að tala bara við lögmannin og hvað lögmaðurinn vildi og allt í þessum dúr. Í staðan fyrir að ég hélt að við myndum sitja inn á hans einkaskristu og hann myndi segja hvað er það að tala um Axel eitthvað svolítið. Þá var þetta bara réttarhald. Ég settu þeir sita við í dómarastólum Markús og til hliðar Ragnar Hall og ég settu sem, hvað ég að segja, sakborningur eða vitni eitthvað á móti og farið yfir mig. Það sló mig náttúrulega miklu verið það. Ég held að ég hef bara orðið hálf kjánalegur og eiginlega ekkert vita hvernig ég átti að bregðast við. Nú svo bara fékk ég nóg að þess og fauk í mig og ég sagði þetta að fari. Hverju kom að þessu fundi aðra heldur en Ragnar og Markús? Gestur Jónsson, Jóhann Níelsson, Viðar Már Matthíasson. Þeir lögðu ekki til mála, þeir komu inn einn í einu og settust á stóla sem svona bakvið sem ætlaði fyrir áheyrendur og sátu þar og sögðu ekki neitt. En ég náttúrulega leiti við vita hverju var að koma á og var bara náttúrulega alveg gáttaður og meðal hans var það til að segja fór. En þetta eins og ég legg áherslu á það að þessi 2 atvik, þessi fundur og hungurfundurinn sem við skulum bara kalla það að ég get ekki gleymt þessu. Ef ég er að skálda þetta að þá verður það að fara með til sálfræðing. Finnast þið einhver gögn þennan fund í skjalasöfnum skiptaréttar? Nei, engin gögn og hann hefur ekki verið færður til bókar í skiptabókum. En þá komum við aftur á því að öll vinnuskjöl skiptaráðenda og bústjóra í tengslu þetta mál finnast ekki. Og það er annar handleikur hvernig hefur verið gengið frá skjölum víða í skjalasöfnum. Til að mynda skjalasafni borgarfógetaembættisins sem er það sem vantar inn í stóra hluta af skjalasafninu virðist vera og skjalasafni er illa skráð. Fram kemur í bókinni að Gunnlaugur Claessen hafni því að hafa átt frumkvæði að þessum fundi Axels við Markús Sigurbjörnsson sem endaði með þessu sérkennilega réttarhaldi. Að mér finnst Gunnlaugur Claessen hafa tekið anskotið mikið upp í sig þegar hann ber þetta alveg af sér og gefur nánast í skyn að þetta sé skáldskapur úr mér. Eftir því sem ég hef heyrt. En hann lagði upp þennan fund? Hann lagði hann alveg berlega upp. Ég man svo vel eftir því þegar ég er að malda í móinn og segja þetta ber engan árangur og ég bara treysti mér ekki í þetta. Að þá horfði hann á mig og getur glent svona svolítið sérstaklega upp augun og horfði á mig og spurði mig hvort ég virkilega gerði mig ekki grein fyrir þetta væri hagur þrotabúsins og bankans og skiptaráðandi myndi þess vegna vilja þetta. Og eftir að fæða á tilfinningu var hann búinn að tala við Markús. Ég veit það ekki. Og get alls ekki fullist það.
Ragnar H. Hall sem var borgarfógeti í skiptarétti segir í samtali við Kompás að engin fótu sé fyrir þessari frásögn Axels og hann hafi ekkert komið að málum Hafskips fyrir það var tekið til gjaldþrotaskipta 7. desember. Fyrir part dags 30. nóvember 1985 hefst fundalota þar sem gert út örlög Hafskips. Útvegsbanka fórustan fer til fundar við Eimskipsmenn í höfuðstöðum þeirra og að sögn Axels mætir Gunnlaugur Klassen ríkislögmaður á fundin og leggur til það sem kölluðu síðar sína hreinu leið. Að hann sagði hreina leiðin væri svo að Útvegsbankinn og Eimskip settust niður og semdu ekki sölueignunum fyrir það gat bankinn ekki gert. Þeir gerðu samning að Eimskip gerði tilboð í eignirna til þrotabúsins þegar það verður gjaldþrota, samning sem að Útvegsbankinn geti sett sig við. Það þess sem þessi samningur nótnæðin gengur út á. Þannig að Gunnlaugur á þessa hreinu leið. Já, ef ég ekki að ljúga. Hefur þú staðfesting á því frá fleirum en Axel að þarna við Gunnlaugur Klassen átt þetta frumkvæði? Við bankastjórum Útvegsbankans byrst saman það og Lárus Jónsson, bankastjóri, hafði meðal hans ritað hjá sér minnispunkta hennar sama dag þar sem kemur einmitt fram að Gunnlaugur leggur fram þessa tillögu morguninn. Það að segja hennar svo kvöldur hreinu leið sem felst í því að Hafskip sé tekið til gjaldþrotaskipta og að samning íslenska skipafélagsins og Hafskips verði rift og að Eimskipafélagi gerir bindandi eignir bindandi tilboð í eignir verðandi þrotabús. En forsenda þess að sé síðan aftur að skiptarétturinn taki vel í þessa tillögur. Matthías bankamálaráðherra vissi ekki af þessari aðkomu Gunnlaugs og telur að hann hafi farið á bak við sig og verið kominn langt út fyrir sitt umboð. Þá hafði ég ekki hugmynd það fyrir löngu síðar og þetta mislíkaði mér. Mér fannst hann ekki gæta þess að hann var þarna í raun og veru fulltrúi viðskiptaráðuneytisins. Er hann að fara á bak við þig? Já, það má til sannsvegar færa því hann sagði mér ekkert frá þessu. Telur að hann verið komin langt út fyrir það umboð sem hann hafði? Já, það tel ég. Miðjan dag sést á samningafund sem stóð í meira en 14 klukkutíma. Það gengið frá þessum samningi sem ekki verið áður birt opinberlega. Eimskip semur við Útvegsbankann kaup á öllum eignum Hafskips þegar það orðið gjaldþrota. Undirritunum var 4:30 að morgni sunnudagsins 1. desember. Axel segir að þeir Útvegsbankamenn hafi verið vopni litlir á þessum fundi og þeim hafi mætt mikil óbilgirni af hálfu Eimskips fórustunar. Sjálfur kallar Axel þetta hungurfundin. Byrjaði 3, 30. nóvember og hann stóð til 5 aðfaranótt 1. desember. Við vorum í stóru fundarherbergi þarna og þar var mikið rætt og þar var mikið gengið út og gengið í nattur og allt þetta. Allan tíma fengum við kaffi og sandköku. Forsenda þessa samnings þessi merkilega yfirlýsing frá Útvegsbankana til Eimskips sem ekki verið áður birt. Þar skuldbindur Útvegsbanki sér til þess að þrýsta á Hafskipsmenn að gefa sig upp til gjaldþrotaskipta og ef þeir gera það ekki, þá muni bankinn þvinga félagið í gjaldþrot. Ég skammast mig fyrir eftir á að hafa gert þetta leynisamkomulag að pína því í gjaldþrot og segja þeim ekki af því strax. Leyna á þessum samningi en það aðrir menn sem hafa kannski verið samviski því samanber Hörður sem fór í fjölmiðla og var spurður að því hvort að þeir hefðu gert kröfu gjaldþrot og hann svaraði einhvern veginn svona: við höfum ekki og munum aldrei gera kröfu gjaldþrot Hafskips. Þá er búið að skrifa undir bréf þar sem þeir krefjast þess að við fáum þá til að gefa þessu upp til gjaldþrotaskipta eða annars krefjumst við þess. Svo segir Hörður þetta í fjölmiðlum meina 20 seinna. Já, hann bara lífur. Það þín orð. Björn Jón sagnfræðingur telur sterkar vísbendingar að Markús Sigurbjörnsson borgarfógeti hafi lagt blessun sína yfir samkomulagið og hafi fyrir gjaldþrotið verið búin að vinna að sölu á eignum Hafskips.
Það liggja fyrir þriðju drög sem heita drög 3, þriðju drög að samningi Útvegsbankans og skiptaréttarins. Þau eru dagsett 5. desember, degi fyrir gjaldþrot Hafskips, og þar kemur mitt fram þessi afstaða skiptaréttarins að skiptaréttur Reykjavíkur og Útvegsbanki Íslands séu sammála mikilvægi þess að samningar takist við HF Eimskipafélag Íslands kaup á eignum þrotabús Hafskips. Þannig að afstaða skiptaréttarins liggur fyrir gjaldþrot. Og þetta eru þriðju drög að þessum samningi, en fyrstu og önnur drög finnast ekki. Þetta er af og frá að mati Ragnars Hall sem segir það út í hött að skiptaréttur hafi verið búin að leggja blessun sína yfir samninga Eimskips og Útvegsbankans. Samhliða gjaldþrotaskiptabeiðninni hafi þó verið lögð fram drög að slíkum samningi, en þessum drögum hafi verið hafnað af sér og Markúsi. Skjölin sem voru afrakstur leynifundarins fundust ekki í skjalasafni Útvegsbankans gamla. Þau voru heldur ekki í skjalasafni Eimskips. Skjölin fann höfundur í safni Seðlabankans. Jóhannes Nordal seðlabankastjóri kom á þennan nætur fundum miðnætti og var á honum til loka. Útvegsbankamönnum þótti aðkoma seðlabankastjóra ankannanleg. Það var kannski ekkert aðkannanlegt ef maður vitaði fyrirfram að það verið sagt að Jóhannes myndi koma. Hann kemur bara þarna á þess að við vissum og við kölluðum ekki á hann. Hverju kölluðu á hann? Þú voru að draga þín eigin ályktun það. Ég get ekki fullyrt það. Eftir því sem ég hef heyrt að þá var Jóhannes Nordal þarna á þessum fundi. Það hafði ég ekki hugmynd fyrir löngu síðar. Mér fannst miður að Jóhannes fær að mæta þarna á samningafundi Eimskips og bankastjórnar Útvegsbankans og taldi það alls ekki vera í hans verkahring. En er það ekki fullkomlega óeðlilegt að seðlabankastjóri mæti á funda þessum tvoða þar sem að verið að gera samningum ráðstöfun eigna þrotabús sem ekki er orðið til? Jú, það er það. Það kemur fram í skjölum sem birtir í bókinni að samband Harðar Sigurgeirssonar, forstjóra Eimskips og Jóhannesar Nordal seðlabankastjóra er býsna náið. Nokkur eftir þennan fund er Jóhannes að ganga erinda Eimskips í London gagnvart viðskiptabanka fyrirtækisins Citibank. Í skeytum til Nordals er Hörður að leggja línu fyrir seðlabankastjóra hvernig skuli koma fram gagnvart Citibank, meðal annars bendir á rök sem eigi að bjarga andliti Citibank. Erlendi bankin er svo í samskiptum við seðlabankastjóra, Governor Nordal, málefni Eimskips. En dagan á eftir næturfundin í stjórnarherbyggi Eimskips þrýsta Útvegsbankamenn á Hafskipsforustuna að gefa sig upp til gjaldþrotaskipta. Þeir nota sem rök að kyrrsetning skipafélagsins blasi ella við. Hafskipsmenn fá enga vitneskju leynisamningana frá morgni 1. desember. 7. desember 1985 ákveður stjórn Hafskips að fara fram á gjaldþrotaskipti og mál félagsins er þar með komið formlega í hendur Markúsar Sigurbjörnssonar skiptaráðanda og núverandi dómara í Hæstarétti. Hafskipsmenn vilja opinbera rannsókn á Hafskipsmálinu og hafa sent erindi þar til ríkissaksóknara. Þar er meðal annars byggt á gagnrýni á störf skiptaráðanda. Annar skiptaráðandana tekur opinberi rannsókn fagnandi en telur að bókaskrifin beri einkenni ófrægingar herferðar. Þetta sé ómerkileg tilraun til að koma ábyrgð á gjaldþroti Hafskips yfir á aðra. Mörgum mánuðum eftir gjaldþrotið skila skiptaráðendur skýrslu til ríkissaksóknara þar sem bent er á möguleg hegningarlagabrot. Skýrslan er mikil að umfangi en strax daginn eftir vísar saksóknari málinu til RLR, rannsóknarlögreglu ríkisins til rannsóknar. Í bók Björns Jóns er bent á að aðkoma skiptaráðenda að lögreglurannsókninni sé óeðlileg og að þeir hafi raunverulega stýrt henni. Dómara skiptaréttar hafi þráðið lögreglumenn á grundvelli eigin frumrannsóknar. Vist að enginn af lögfræðingum embættisins, það er að segja rannsóknarlögreglunar koma að rannsókn málsins, að það blasir að við að það hafi verið skiptaráðendur. Til sannendamerkis þátt Ragnars og Markúsar bendir Björn Jón á 200 skjöl þar sem þekkist rithönd þeirra tveggja. Það er á ferðinu uppskrift á gögnum sem fundust við húsrannsókn hjá Ragnari Kjartanssyni og Björgóli Guðmundssyni eftir að þeir voru handteknir og hnepptir í varðhald. Ragnar Hall vísaði til föðurhúsanna að hann og Markús hafi stýrt rannsókninni og kallar þetta þvætting
í samtali við Kompás. Þeir hafi stundum verið beðnir það af rannsóknarlögreglunni að yfirfara gögn, en því fari fjarri að þeir hafi verið einhverjir húskettir í höfuðstöðum RLR. Í bók Björns Jóns því velt upp hvort Markús hafi verið vanhæfur til að fara með búið og sölueigna þess til hafskips. Bendir hann á að faðir hans hafi verið einn af 4 endurskoðendum Eimskips, skipaður af ríkisvaldinu, en ennfremur kemur í ljós í áður óbirtri hluthafaskrá frá þessum tíma að Markús var væntanlegur erfingi að hlutfallslega stórum hluta í Eimskipi. Markús, þess að móðir Markúsar Sigurbjörnssonar var einn af stærstu hluthöfum í Eimskipafélagi Íslands. Betty Ann Þorbjörnsson og var 16. stærsti hluthafafélagsins og það voru aðeins 5 einstaklingar á 1985 sem áttu stærri hlut í Eimskipafélaginu. Í tengslu við vangaveltur vanhæfi Markúsar vegna hlutabréfa eignar móður hans rétt að benda á að fyrirliggur dómur Hæstaréttar frá 1994 í máli sem að sumuleyti hliðstætt. Í því máli var gerð krafa að Valtýr Sigurðsson viki úr dómarasæti í máli sem höfðað var gegn Sjóvá almennum. Hann átti að vera vanhæfur þar sem faðir hans væri hluthafi í tryggingafélaginu, en hans eign var 0,7% eða álíka og Betty Ann átti í Eimskip. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að þessi eignarhlutur föður Valtýrs leiddi ekki til vanhæfis hans sem dómara. Kompás sendi Gunnlaugi Claessen og Markúsi Sigurbjörnssyni bréf niður í Hæstarétti í liðinni viku með óskum viðtöl. Gunnlaugur taldi sér ekki fært að svara spurningum úr bók sem hann hefði ekki lesið, en vísaði á bréfaskipti við höfundinn og taldi greinilega að vinnubrögð hans væru gagnrýnisverð. Garðar Garðarsson HRL svaraði erindinu fyrir hönd Markúsar Sigurbjörnssonar og afþakkaði boðum viðtal. Bent var á að Markús hefði verið dómari í skiptarétti og ekki verið til siðs fyrir dómara að tjá sig sín eigin verk. Ennfremur bent á annmarka í sagnfræðirannsóknum Björns Jóns. Hann hefði ekki séð ástæðu til að leita upplýsinga hjá Markúsi sjálfum. Garðar Garðarsson veitti svo Kompási frekar upplýsingar munnlega í samtali í gær. Sagði hann að Markús tæki undir og væri sammála andsvörum Ragnars Hall hér í þættinum að framan. Varandi eignarhlut móður sinnar vildi Markús koma því á framfæri að þetta hefði verið óverulegur hlutur. Auk þess hefðu störf hans snúið að hafskipi en ekki Eimskipafélagi Íslands. Það ríkjandi viðhorf innan Hæstaréttar að dómarar eigi ekki að taka þátt í þjóðmálaumræðu eða veita viðtöl. Jón Steinar Gunnlaugsson, hæstaréttardómari, sem var einn verjanda hafskipsmanna, telur sig þó ekki bundinn af þessu og vekur athygli að í bók Björns Jóns gagnrýni hann harðlega vinnubrögð Markúsar Sigurbjörnssonar, núverandi meðdómara sinn í Hæstarétti. Næstu skrefi þessu nýja hafskipsmáli verða stigin af ríkissaksóknara, en búast má við víðtækru umræðu þetta mál. Hún hefur raun þegar verið nokkur. Það til dæmis nokkur lífseig svo fullyrðinga hafskip hafi í raun ekki verið gjaldþrota og því til sannandamerkis bent á að allar forgangskröfur hafi verið greiddar og 70% af almennu kröfum. Þetta tilur Ragnar Hall vera fjarstæð og bendir á að 3,5 ár hafi tekið að gera búið upp, en á þeim tíma hafi kröfurnar hvorki borið verðbætur eða vexti. Ólíkt verðmætum sem kom úr sölu eigna. Verðbólgan hefði því étið upp kröfurnar og látið nærri að einungis 16% hefði fengist upp í kröfur ef þær hefðu fyllt verðlagi og borið dráttarvexti. Ragnar fer annars hörðum orðum síðari tíma tilraunir til að endurskrifa söguna. Ég hef ekkert við það aðtuga að svona rannsókn fari fram. Kannski eftir maður bara biðja það sjálfur. En hvað finnst þér það að þarna sé verið að draga þá mynd að þið hafið staðið mjög óeðlilega málum, skiptaráðendurnir þú og Markús Sigurbjörnsson? Ég tel að þetta séu tilhæfulausar getgátur, því að ekki hefur verið haft fyrir því að bera eitt eða neitt af þessu undir, en minnst fórst ekki undir mig. Finnst þér þarna sé verið að blása til ófræðingar herferða gegn ykkur? Já, mér virðist það nú. Svo sé, svona af því sem ég hef heyrt af þessu. Ég bara lít á þetta sem svona heldur ómerkilega tilraun manna til þess að reyna að koma ábyrgð yfir á aðra sem bera enga sök á þessu. Hvernig fór fyrir þessu sæla skipafélagi. Við minnum á netfang þáttarins sem Kompás hjá stöð2.is. Þættinum lokið, góða stundir.
Bye.